Jón Már, við erum hérna á skrifstofunni þinni en þú ert umkringdur uglum. Hvernig hafa allar þessar uglur í kringu sig? Það ljómandi fínt. Þær fylgjast náttúrulega með mér vökulum augum og gæta þess og gefa mér merki það ef ekki nógu viturlega að verki staðið. Þannig að þetta ekki fyrir ekki neitt kallað fugl viskunnar. Já. Og einkenni skólans. Og einkenni skólans, já, og í nýju merki skólans sem Dagný Reykjalín hannaði fyrir okkur og við erum mjög ánægð með. Þar sem að bæði kemur fram uglan og vísun í gamla skólahúsið líka. Já. En uglan hefur fylgt menntaskólanum ansi lengi og þið hafið komið upp miklu safni af uglum. Já, það skemmtilegt frá því að segja og það allnokkrir áratugi síðan það hófst, þar að segja að nemendur færa skólanum uglur, en það var með þeim hætti að þegar byrjaði þannig að þegar nemendur komu frá útlandi að þá færðu þeir skólanum ugluagjöf, sáu skemmtilega uglu og færðu skólanum ugluagjöf að því að uglan hefur verið í merki skólans, oft á tíðum sagt svona merki innra starfs skólans og húsið var þá kannski tákn svona formlegheitanna og ytri umgjörðin en uglan merki innra starfsins, þess sem gerist í skólanum og fuglviskunnar og í mörgum menntastofnunum og sótt aftur til Grikkja sem svona vísbendingum eða tákn visku. Hvað heldur þetta sé margar uglur sem þið eru með hér? Ég hef nú ekki talið nýverið en ég gæti trúa því að þær séu langt á 300 og eru það alveg örugglega. Þær verða hins vegar taldar nú í vetur þegar við fáum nýja skápa undir uglur og bækur inn í meistarastofu. Þar ætlum við að koma öllum uglunum fyrir á einn stað. Sú vinna stendur yfir núna? Já, 40 og 50 ára stúdentar gáfu skólanum í vor að gjöf smíði á skápum undir uglur og bækur og það völundurinn og listasmiðurinn Hólmsteinn Snædal sem að smíða þessa skápa og við hlökkum til að fá þá hérna til okkar og setja bæði bækur og uglur þarna inni og þá náttúrulega gerum við viðvart með það og hérna sýnum þá listasmíð ásamt þá öllum uglunum saman. Þannig að þá fyrst safnið komið á einn stað? Nákvæmlega, og það verður skemmtilegt og þetta gaman að bæða sýna þetta, dálítið sérstakt hvað orðið mikið safn og það sem kannski líka skemmtilegt í þessu það að margir gamlir MA-ingar hafa einmitt vegna þess að uglan í merki skólans hafa safnað uglum og svo þegar þeir hafa verið að minnka við sig jafnvel úr dánarbúum að þegar sem sé fólk að minnka við sig eða veit ekki hvað á að gera við uglusafn foreldra að þá hefur skólinn komið í hug og við höfum fengið uglusafn. Jæja, Jón Már, hérna dæmi höfðinglega gjöf til skólans. Já, þetta uglusafn Guðmundar Benediktssonar, ráðuneytisstjóra í forsætisráðuneytinu. Eiginkona hans og börn gáfu skólanum þetta uglusafn að honum látnum og kannski svona dæmi ræktasemi gamalla nemenda og fjölskyldna þeirra við skólann, gaman að segja frá því og þannig hefur hluti af uglusafninu einmitt orðið til. Við höfum fengið ekki bara frá nemendum sem hafa verið á ferðalögum, heldur líka frá gömlum nemendum skólan sem hafa verið að minnka að einhverju leyti við sig húsnæði eða eins og í þessu tilviki og þá hugsa til gamla skólasins og gefið skólanum uglusafnið.
Og hér er skápurinn fram á gangi og fer inn í meistarastofu í vetur. Þegar það kemur, já. Já.